Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og þetta sjávarútvegsspjallið sem við erum mættir í hérna í kvöld og gestir mínir í dag eru Kári Jónsson og Sigurjón Þórðarson, alþingismaður og formaður atvinnumálanefndar þingsins, ekki rétt. Jú. Og við ætlum að ræða sjávarútvegsmál og kannski einna mest í þetta skipti hafrannsóknir og vinnubrögð Hafrannsóknastofnunar á Íslandi og hvað hún hefur kannski mætti gera betur og hvernig við höldum á hafrannsóknum inn í framtíðina. Hvort við erum ánægð eftir 40 ári kvótakerfi með vinnubrögð Hafrannsóknastofnunar. Áður við byrjum á því, þá langar mér að fá svona í stuttu máli Sigurjón fréttir af því hvað að frétta í dag í þinginu varðandi sjávarútvegsmál. Það einkum, það ætlis ekki 3 mál sem verið að fjalla núna. Já. Það veiðigjaldamálið sem þá mál sem snýst það að þegar verið útreikning á veiðigjaldinu og þá miðist við raunverðmæti en ekki verðmæti sem koma í samkvæmt verðlagsstofu skiptavers sem þá niðurstaða úr samningum sjómanna og útvegsmanna. Já. Sem kannski svona 75% af raunvirði á markaði og síðan við einnig að reyna að nálgast raunvirði á uppsjávaraflanum þar sem að sala fer fram á milli tengdra aðila og þá hafa menn verið að skoða meðal annars hvernig verðlag á sama tíma með sömu afurðir í Noregi og jafnvel Færeyjum. Þannig að þetta nú það sem þetta snýst og mér sýnist að tekjuaukinn fyrir ríkissjóð að hann verði eitthvað í kringum 5 milljarðar aukalega. Já, aukalega. Miðað við það sem áður var. Já, kannski þá aukast tekjur af veiðigjaldinu sjálfu 7 en svo minnkar það þá skattgreiðslu sömu fyrirtækja. Þannig að þetta málið, síðan það grásleppan að það að koma henni út úr kvóta og það byggist nú kannski á tvennu. Það fyrsta lagi að þá þetta þessi ráðgjöf sem hún byggir á að hún frekar götótt og þannig að rökin fyrir hámarksveiðinni að þau á veikum grunni byggð og síðan að þá einfaldlega ljóst að í þeim lögum sem voru samþykkt og hugmyndin að taka og gildi þá ekkert hámark á stærð skipa, þetta mun leiða til samþjöppunar og að grásleppukallinn muni heyra sögunni til, þannig að þetta ekki einungis byggðasjónarmið og réttlætissjónarmið, þannig að menn geti réttlætissjónarmið, þannig að við sé ekki verið að færa þessa tegundu inn í braskið, heldur líka bara menningar sjónarmið, það að halda í hefðina og vera ekki að setja upp takmarkanir án þess að það séu einhverjir almannahagsmunir í veði. Svo það þriðja málið sem nú á dagskrá og að koma inn og það eru núna í stjórnarandstæðingar að halda upp í málþóf í þinginu og akkurat núna þegar við tölum saman. Það snýst það að búa svona hnúta eða vanda umbúnað það að auka veiðiheimildir þannig að strandveiðar verði í 48 daga og það má búast við því að það eru 2 leiðir í því, það annars vegar að auka heimildirnar bara með reglugerð hjá ráðherra og mér sýnist eins og það þurfi kannski 5.000, 6.000 tonn miðað við það sem eins og veiðin núna og útlitið fyrir. Þannig að ráðherra vildi koma á heimild til þess að afnema skyldu Fiskistofu til þess að stöðva veiðarnar
og búa til heimildir inn í því kerfi sem við búum við akkurat núna. Og það stendur nú svo í stjórnarandstöðunni að þeir halda hér langar ræður sem eru, ég myndi segja, flestar ef ekki allar meira og minna innihaldslitlar, væga sagt, og síðan haldið fram staðlausum stöfum og rauninni verið að sverta strandveiðar og gefa jafnvel í skyn að þessar veiðar þær stofni hér öllu í hættu bara. Þannig að þetta alveg óstjórnlega eða óborganlega vitlaust það sem maður framfer og maður hefur nú reynt að leiðrétta það en vitleysan heldur bara áfram og það alveg ljóst að strandveiðmenn bæði greiða veiðigjöld og síðan ef einhverjar veiðar eru vistvænar þá það þessar veiðar og ef einhverjar veiðar eru sem tryggja þá dreifingu auðsins af veiðum að þá eru það þessar. Það eru frekast að þær renni í æðar þjóðfélagsins. En mér finnst það sérkennast í því öllu, það að hvernig sjálfstæðismenn nálgast þessa umræðu því að þeir ættu nú að vera talsmenn frelsisins, þeir virðast vera búin að steingleyma því og vilja helst koma höftum það sem á þá minni. En alls ekki setja nokkur bönd á þá sem eru stórir í greininni. Nei. Og það birtist meðal annars í málflutningi veiðigjaldið og síðan ekki síst það sem hefur verið til meðferðar að það verði hér haldið utan hvað menn geti sankað að sér af veiðiheimildum sem þá fjórða málið sem á dagskrá nefndarinnar sem snýr að sjávarútvegi. Já, en síðan rannsókn á stærstu fyrirtækjunum í íslensku sjávarútvegi. Það ekki eignarhaldið á þeim og hvernig þeir hafa fjárfest í öðrum fyrirtækjum í landinu? Jú, það skýrslubeiðni það sem hefur þegar verið samþykkt og það var mjög upplýsandi að við hér yfirleitt bara hefð fyrir því að þegar það kemur fram beiðni skýrslur að þá hún samþykkt af öllum þinginu en það stóð sérstaklega í þessum sérhagsmunaflokkum að það var ekki hægt að gera það nema með miklu formála og gott ef einhverju greiddu bara ekki atkvæði á móti því. Já. Þannig að það svona þetta svona ástand að þarna það ákveðið svona þetta minnir á þingmenni séu ekki fyrir þjóðina heldur fyrir aðalinn og ef það á að setja upp takmarkanir eða eitthvað álíka þá það bara fyrir þá sem eru minnstir litlamannin en síðan engin bönd að halda þeim stórum. En ekki hægt að segja þetta einfaldlega bara þetta barátta fyrir sérhagsmuni gegn heildarhagsmuni? Algjörlega, þetta bara svo leiðis og það átakanlegt að horfa á þetta. Já. En miðflokkurinn hann grípur til ýmissa raka meðal annars eitthvað sem ég var alveg furðu lostinn að þeir töluðu það að þetta ógnaði sjálfbærni og sjávarútvegsins það væri að sýna örlítið sveigjanleika hvað varðar strandveiðarnar en það hefur ekki heyrst mikið þá að þingmenn miðflokksins ræða sjálfbærni eða eitthvað álíka það heldur miklu frekar að þá hafa verið gagnrýnir á ýmis umhverfissjónarmið og ég svo sem tekið undir með ýmsu leyti hvað það varðar en þetta þeir eru bara rauninni fastir í því að hossa aðilinum í samfélaginu. Já. En þetta dálítið skondið að hlusta á þessar umræður sem eiga sér stað núna þegar að þessir flokkar sem í stjórnarandstöðu að berjast með glötuðum rökum og bulli og stundum bara þvælu og lygi. Já, svo endurtaka þetta margoft. Já, maður bara tekur eftir því þeir tala það að þetta sé besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi. Við bara sjáum það að við erum með flestar tegundir í sögulega lágmarki í hvað við getum nýtt úr þeim.
Og það þýðir það að kerfið ekki gott. Jú. Og svo segja að við séum að fá hæðsta verð fyrir fiskin okkar á erlendum mörkuðum sem bara reinar lígar. Já, þeir eru búin að draga í land með það því að þegar maður lesi umsögn SFS veiðigjaldafrumvarpið þá bera þeir sem nú illa og segjast ekki standa jafnt að vígi hvað varðar gæði og markaðsmál þegar það komið að makrílnum og uppsjávartegundunum. Og það sem ég rak nú sérstaklega augun í þeirri umsögn að þá segja það berum orðum að þeir standast heldur ekki neina samkeppni við dagróðrabátana þegar það komið að verðum á uppboðsmarkaðum og þess vegna fannst þeim það ósanngjarnt að megnið af flotanum sem í aflamarkskerfinu einmitt útileguskip eða úthaldsskip sem landa ekki fyrir eftir viku 4, 5 og 6 daga viku. Já, fannst ósanngjarnt að vera bornið þá saman við það sem kom í uppboði með dagróðrabáta. En auðvitað finnst manni þetta allt átakanlegt því að ég alveg viss það miðað við hvað erum að veiða núna og ýmis merki hvað sem gefur til kynna að sé hægt að veiða meira að þá held ég að það sé einmitt pláss fyrir bæði aukna togveiðar og tala nú ekki fyrir dagróðrabátana og ég held að það skiptir miklu máli að menn fari að gefa í veiðunum heldur en að vera í stöðut í þessu krepputali. Allavega hvað varðar þorskinn? Svo þegar maður horfir á það eins og í þessu umræðum það þeir tala þarna hver í kapp með annan í stjórnarandstöðuna ekki megi fara fram úr ráðgjöf Hafró upp á sporð þegar það kemur að litlu köllunum. En það alveg þannig í kerfinu nú þegar að það vaffinsafli upp á mörg þúsund tonn sem að telur ekki til kvóta. Það þá ef að segja það sem að skip mega landa þeim ákveðnu hlutfalli að 5% af öðrum afla þetta til þess að koma í veg fyrir brottkast en mann hafi ekki akkurat veiðiheimildir fyrir ákveðnu tegundum þá geta þeir bjarga sér með því að setja lítinn hluta í þennan sjóð 5% af heildaraflanum. Svo geta menn líka dregið frá helminginn á undirmáli og það telst ekki til með kvótanum. Það var enginn gert athugasemd við það og síðan má flytja 15% af öllu aflamarki á milli ára og það kannski 35.000 tonn og ég spyr bara þegar það síðan komið að strandveiðunum að þá þarf að vera allt upp á sporð og stórfyrirtæki eins og Brim og fleiri og hjó eftir í viðtali við forstjóra þess félags að þeim finnst bara á sig brotið. En þá erum við ekki að tala raunverulega brottkast eða framhjálöndun, heimavigtunarlöndun eða úrtaksvigtunarlöndun. Hann í þættinum á Sprengiseldi, hann Guðmundur þá eiginlega sagði hann að það var ekkert ábyggjandi á strandveiðum af því þeir væru bara 4 mánuði á ári og það var bara eitt svar við því bara frjálsar handharðar í 365 daga þannig að hann gaf aðeins boltan, litla puttan í þetta en þetta stjórnarandstaðan í þinginu þegar ég horfi á í sjónvarpinu heima þá sé ég bara ánamaðk og öngli Þú veist, þetta fólk virðist frelsismarkaðsfólk, það allt í einu á móti því að grundvöllurinn sé á markaðsforsendum og ég meina það liggur alveg fyrir að það hið eina sanna rétta verð. Það bara alveg saman hvernig á það litið. Þjóðin sammála ríkisstjórninni og stjórnar meiri hlutanum og það ótrúlegt að þetta fólk skuli vera eins og ánamaðkur og öngli gegn þjóðarviljanum í málinu. Þetta alveg ótrúlegt að horfa upp á þetta. Já, þetta sérstakt. En við erum náttúrulega að tala Hafró í þessu spjalli og það náttúrulega margt sem
kemur upp í hugamanns þar. Árangursleysið síðan við settum kvótakerfið á er náttúrulega hrópandi og það er ótrúlegt að íslenskur sjávarútvegur og þeir sem eru þar í forystu, það er að segja í hópi útgerðamanna og reyndar skipstjórnarmanna og allra stéttarfélaga í sjávarútvegi skulu ekki gera athugasemdir við árangursleysið og hvernig þessu stjórnar. Því að ég hef á tilfinningunni að við séum að í sumum tilfellum ofveiða fisk og sumum sviðum eru við að vannýta fiskistofna. Hafró hefur viðurkennt það það ekki að það séu fleiri DNA sem sagt stofnar. Jú. Er ekki 6, 8? Á þorski hefur heyrst stundum tölur upp í 15 mismunandi DNA rannsóknir á þorski við Ísland. Og þá hljótu við á einhverju punkti að vera einmitt af vanveiða og svo ofveiða. En samt er unnið tekið úr pottinum í heilu lagi, sko. Þetta náttúrulega meikar engan sens. Nei, við færum... Ég hef nú ekki áhyggjur af neinni ofveiði, sko. Nei, en það má kannski segja og taka undir það með mörgum skipstjórnarmönnum og sjómönnum sem ég hef fengið hérna í þætti, að þeir telja að ofveiði á loðnu og kannski sérstaklega að veiða loðnu með flottroll, það sé að hafa áhrif. Og maður sem ætlaði nú að koma í þáttinn en forfallaðist með okkur, að hann hefur sýnt fram á það að það er búið að taka úr loðnustofninum á mörgum árum 35 milljón tonn, sem er nú ekki neitt smottir í. Uppistaða bara fyrir alla aðra fiskistofna í þessu vistkerfi. Og talandi hérna sem sagt hvernig við getum verið að efla hérna sem sagt fá meiri veiði, þá náttúrulega leggjum við höfu áherslu á það að það sé gert í krókaveiðum, sem sagt handfæraveiðum, línuveiðum. Þar þyrfti aukningin að koma. Ég hérna efast að það sé hérna endilega ofveiði. Við verðum að horfa á það í loðnunni að hérna eftir því sem að það hafa orðið strangari hérna aflaregla í loðnunni, að þá virðist minna hafa gengið, og ég held að menn ættu líka að horfa til þess samkeppni bara við aðra stofna, og síðan er afránið, ef menn er ekki að veiða þorsk þá þarf hann að næra sig. Þetta er auðvitað, mann þurfa að horfa á þetta í samhengi, en það er allavega ljóst að árangurinn af því að fara eftir reglunni, aflareglunni, þeirri sem var breytt fyrir nokkrum árum, til þess að ná væntanlega árangri, að það hefur skilað minni afla í loðnu heldur en áður en var breytt. Og menn verða auðvitað bara að taka þessa umræðu og skoða hana. Ég meina, það var hérna ágætis grein eftir Örn Pálsson í Vísi vikunni, þá fór hann einmitt yfir það að þegar að menn veiddu umfram hérna veiðiráðgjöf Hafró á 9. áratugnum, þá hafði það þær afleiðingar að ráðgjöf næsta árs elti í rauninu umfram veiðina. En svo höfum við dæmum það að þegar það hefur farið eftir ráðgjöfinni, bara það er búið að gera það meira að segja 35 ár. Búið alveg frá því snemma á 10. áratugnum, og menn voru komið öll skilyrði töldu við vera og bættu jafnvel í regluna. Við erum ekki að veiða nema 20% viðmiðunarstofni núna. Í staðinn fyrir 25. Já, bara núna 2018 og 19 að þá tapaðist út úr fiskabókhaldinu á skömmum tíma 400.000 tonn, og það er 2-föld veiði ársins í ár, og þetta er eitthvað sem að menn eru ekkert endilega að ræða. Þá segja menn að það er ofmat eða eitthvað álíka, og ég held að það verði að taka þessu umræðu
bara svolítið frá grunni, á þess að menn séu kannski að benda á einhverja sökudólga, að vísu þá finnst mér framganga forstjóra Hafró, Þorsteins Sigurðssonar, vera mjög sérkennileg núna, að hvernig hann bregst við örlítlu auknum strandveiðum. Já. Bara nokkur þúsund tonn. Já. Miðað við hvernig hann brást við þegar að djúpkarfin var aukin úr 0 í 3.800 það var bara í nóvember. Já, það var bara fyrir nokkrum mánuðum síðan og ég held að hann þurfi að skýra að þessi mál betur og hvort að hann sé það bara komin inn á hið pólitíska svið eða er þetta hvað sé í gangi. Og það ekki eins og að það sé ekki sveigjanleiki í kerfinu og við horfum á það til dæmis að bara ritstjóri Morgunblaðsins í kosningabaráttu að hann fór nú létt með það að boða 30.000 tonna aflaaukningu fyrir 20 ára síðan. Já, já. Þannig að og ekki leið yfir Hafró þá. Nei, það var nú annar forstjóri. Og hann allavega ég segi það að menn breyttu þessari aflareglu 2006-07 í hagkvæma aflareglu, þá áttu menn að fá hér liðlega 300.000 tonna kvóta eða veiðiheimildir. Og við erum núna að veiða 211.000 tonn. Já. Og menn áttu að fá það að jafnstuða afla bara á örfáum árum, en hann hefur aldrei náð. 2-3 árum. Þannig að ég held að sé alveg rétt að menn endurskoða þetta og fái einhverja rýni á þessar aðferðafræðum. Það held ég að hljóta að vera og nauðsynlegt að við fáum bara hreinlega eða að menn fari bara í það að fari í gegnum Hafrannsóknastofnun og rannsaki hana og fái til þess reyndar óháða aðila sem ekki hafa neittara hagsmuna gæta til að rýna vinnubröði. En væri ekki líka bara sniðugt eins og núna, eins og í sumar, ef þeir hætta að vera í málþófun einhvern tímann, að það er að efna til ráðstefnu. Sem sagt eins og var hugsað fyrir nokkrum áratugum síðan þegar var svona áður en ráðgjöfin kom að þá var svona skipstjórarnir sem sagt þeir, bara í flotanum þeir voru búin að segja svona taka stöðun á þessu og þetta var bara virkilega svona þá myndaði samheldni þetta. Jú, en þú bara færð ekkert starfandi skipstjóra í dag til að tjá sig stöðu á fiskistofnum ég geri mér það ljóst. Hvernig eigi að gera þetta? Ég geri mér það ljóst, en þetta og svo þetta með aðferðafræði Hafró, þá náttúrulega finnst mér einboðið að atvinnuvegaráðherra ætti einmitt að efna til þess af því að það hefur engin árangur birst í stækkun fiskistofna í 40 ár. Það er ýmsar leiðir í þessu, það er hægt að fá annað sjónarmið, kemur fram sjónarmið og síðan þarf líka að fá fram hvað eru öryggismörkin, áhættumeta og síðan mætti jafnvel að skoða það, hvað það hefði að segja, hvað er spá fyrir og menn fara áhættumeta að fara umfram. Já, það er bara til dæmis. Og ég held að það sé líka, eins og maður segir að það sé þeirri gagnrýni sé svarað sem hefur komið fram. Það hafa komið góða skýrslu fram fyrir 20 ára síðan meðal annars frá Tuma Tómasinni að menn horfi kannski minna akkurat á talninguna og horfi á minna mæli á það sem kemur út úr rallinu. Svo höfum við náttúrulega sjónarmið Jóns Kristjánssonar þegar fiskur að léttast. Þetta er ekki endilega bara sjónarmið Jóns Kristjánssonar. Nei, þetta eru meðal annars kemur þetta fram í þeirri skýrslu sem Tumi tók saman að horfa á líffræðilega kennitölur, ef maður orðar þetta þannig. Þannig að einmitt hvort að fiskur sé að léttast og nýliðun og fleiri þætti. Varðandi þetta, Sigurjón, þá var náttúrulega Magnús Jónsson, fyrrverandi veðurfræðingur, hann og þinn sveitungi þarna norður í Skagafirði, að hann var með hugmyndir og tillögu að því
að það yrði gefnar frjálsar handfæraveiðar í 2-3 ár til að skoða og til pröfu það væri, og þetta náttúrulega, handfæraveiðar eru náttúrulega bara rall. Það má alveg horfa á það þannig. Já. Bara sjá hvað þeir geta veitt mikið og meta áhættuna af því, þó að þeir myndu veiða 20.000 tonn eða eitthvað meira, og hvað áhætta væri í því. Mér hefur líka fundist það að vera alveg ótrúlega furðulegt þegar fólk kemur hvert á fætur öðru og að tala sjálfbærni kerfisins. Ég get ekki séð að það geti verið eitthvað sjálfbærni þegar það viðurkennt brottkast, framhjálandanir, íspröfu, svindlið og allt þetta. Þetta bara safna saman yfir allt þetta tímabil og þetta getur ekki verið hægt að... Þetta mörgur sinnum afli sem strandveiðibátar veiða á hverju ári. Já, nákvæmlega. Þú veist, við getum ekki bara setið þegjandi yfir þessu endalaust bara. Að það sé alltaf hægt að tala sjálfbærni kerfisins. Það bara stenst enga skoðun. Það náttúrulega engin sjálfbærni þegar við veiðum fyrir 40 árum síðan 267.000 tonn 1984 á fyrsta ári í kvótakerfinu og erum svo núna 2025 að veiða 211.000 tonn. Það ekki sjálfbærni. Nei, þetta ekki heldur bara þorskurinn, þetta í flestum öðrum tegundum. Öllum tegundum. Ef maður fer yfir þetta skýrslur Hafró þá þetta bara því miður sorg í nánast öllum tegundum og við sjáum núna að kemur ráðgjöf líklegast á föstudaginn. Já, og þá myndi ég mælast til þess að hver svo sem niðurstaðan í þessu, kannski verður eitthvað bingo, að það verði veruleg aukning, maður alltaf að vona það. Að þá einhvað síður hvort það verið aukning eða ekki, þá held ég bara ráð hjá stjórnvöldum að skoða það að fá annað álit. Auðvitað. Það ætti bara að vera... Þetta bara að vera partur af verkefni sem sagt formanns atvinnuveganefndar, ráðherrans og að tryggja þetta. Að þetta bara, að það einmitt sé alltaf annað álit. Já, orður til alls fyrst og mér finnst það vera svona að rétt að skoða það og síðan að reyna að fá fram einhver öryggismörk á þessar ráðgjöf og einhverja forspá líka. Hvað það sem hún þýðir, hvað ætla menn með því að veiða segjum, að verði heldur aukning. Ef menn fá 230.000 tonna afla á næsta ári, hvað felur það í sér, hvert verður framhaldi og þannig að þetta sé svona einhver forspá og menn sé að fara eitthvað en ekki bara telja fiska og segja 20% aflinn á næsta ári. Ég bara man eftir, ég bara með í hausnum þegar Norðmenn voru að fara eftir veiðiráðgjöf sinna fiskifræðinga frá 90 til 2000 að þá lögðu fiskifræðingar til á 10 ára tímabili miklu minni afla heldur en stjórnvöld leyfðu og það munaði allt frá 50 og upp í 100% sem þeir leyfðu að veiða meira en fiskifræðingarnir í rauninni eltu það sem að stjórnmálamenninni gerðu og það var dálítið skondin staða og í dag eru þeir að veiða á síðasta ári veittu þeir yfir 1.000.000 tonn af þorski, þeir og rússar í Barentshafi. Já, að minnsta kosti þá held ég að það þurfi aðeins að opna umræðina og án þess að menn séu að taka of stór orð upp í sig í þessu og fá annað álit, skoða hlutina og síðan síðan að ráðherra þá taki sjálfstæða ákvörðun. Já. Það voru náttúrulega ráðherrar á árum áður sem tóku sjálfstæðar ákvarðanir
burt sér frá jafnvel tillögum frá Hafrannsóknastofnun Jú, Lúðvík og Matthías Matthías Bjarnason. Bjarnason og fleiri. Já, og það hafði... Þorsteinn Pálsson stoppaði þetta. Hann Já. bara hefur engin ráðherra fyrir þá núna ráðherra Viðreisnar. Já, við skulum, en sko, fyrst byrjum við að fá umræðan á stað, fá annað álit eða hvaða leið sem verður farin, fá sjómenn meir inn í ráðgjöfuna og fleiri aðila og skoða þá það sem hefur verið gert. Ég held að það skipti máli og auðvitað þegar að menn fóru af stað í kringum 90 að þá voru menn bjartsýnir á því að bara þá var það gert á góðum hug að fara nákvæmlega eftir ráðgjöfinni og menn voru að vonast til þess að sjá einhvern árangur en þetta var mjög gagnrýnt líka og síðan kemur bakslag í þetta upp úr aldamótum og þá tekinni umræða einmitt fyrirspurnaþing og fengnir einhverja aðila sem að stimpluðu síðan aftur en kerfið og svo var þetta ekki heldur að ganga upp og þannig eftir þessa úttekt og menn fóru aftur í endurskoðun og fóru enn frekar í niðurskurð og það hefur ekki skilað þannig að það er nú alveg komið tími á það var nú einn hagfræðingur sem lagði það til 2007 með minnir að það yrði bara stoppaðar allar þorskveiðar á Íslandi hann vildi gera það í 2 ár hann vildi gera það en það sem er svo sérkennilegt er að hann virðist ennþá vera svona leiðandi hugmyndafræðingur innan SFS þrátt fyrir að hafa haft lagt þetta til og ég veit ekki hvers vegna en þetta er svona þegar mann horfa á fiskistofna sem eru á gríðarlega stóru hafsvæði þannig innan landhelginnar eins og þið hafið nefnt, þetta eru eflaust samsett úr mörgum þáttum. Við þekkjum það sem höfum verið að fiskurinn sem gengur inn á ákveðnum stöðum er allt öðru sem heldur en fiskurinn sem að fyrir á slóðinni og þannig að þetta er flókið og þetta er ekki svona mikil ofur einföldun og það er líka ljóst að þegar maður dregur fisk að þá verður meira að bíta fyrir þá sem eftir verða og stöðlar auknum vexti þannig að þetta er ekki einfalt dæmi og þegar maður hlustar á spekina núna sem að hrýtur að vörf þeirra niður á þingi núna að tala um þetta eins og það fari hér allt í voða að það finnst mér mjög sérstakt. Það er enginn að tala um að veiða ákveðið mörgu tonn upp úr eða einhverju mörg hundru kíló upp úr einhverju veiði á. Menn eru venjulega með ákveðið margar stangir og síðan fá menn mismunandi marga fiska. Þetta er mjög sérstök nálgun eins og er í þessu hjá okkur núna og ég held að þessi tækifæri einmitt fyrir alla að gera betur. Það er dálítið sérstakt að Ég hefði til dæmis hygglust þorað því ef ég væri sjávarútvegsráðherra að láta veiða 100.000 tonnum meira af þorski í 2-3 ár til pröfu og síðan meira í ákveðnum öðrum stofnum, hygglust. En ég myndi á móti tempra mjög veiðar á loðnu. Ég myndi reyna að tryggja fæðu öryggi fisktegunda með loðnunni. Jú, en það er nú, þegar loðnan er loksins sveita, þá er hún ekki langt eftir. Nei. Þannig að það er hort á þau sjónarmið og ég held að það er allavega ljóst að maður skoða sögu loðnu við það, sem ná kannski ekki mjög langt aftur. En þó hún veiðist ekki að þá er hún fæða fyrir allt í lífríkinu, þó hún sé ekki veidd loðnan og þó hún drepist, að þá er hún fæða fyrir krabbategundir og allt í lífríkinu. Já, vissulega, en ég held að það sé bara, þegar upp er staðið þá er það ekki stór þáttur. Nei, auðvitað er þetta svo margir þættir og margþætta að það er ekki tægt að Ég er ekki hræddur við loðnuveiðar og ég held að það sé í rauninni miklu frekara þegar að menn eru ekki að veiða þorskinn að þá gengur hann auðvitað á loðnuna og síðan er bæði á loðnuna og sjálfa sig. Og síðan er það auðvitað líka það að ég hefði gjarnan viljað að menn bara hæfust bara handa með ákveðin uppafsveiðiheimildir í loðnunni
að þannig að menn væri ekki aðgerðalausir við bryggju og siglandi eftir einhverju línum, heldur hefðu menn hérna einhvern hagaði að leita að fiskinum. Já, Er hérna sama aflaregla í loðnuveiðum eins og í bolfiski? nei, Nei. það er þannig að þeir hafa það að leiðarljósi að það séu 400.000 tonn af loðnu í hafinu Já. og það sem finnst umfram 400.000 tonn að það má veiða það. Sérst, þeir voru mjög vissir 8.567 kíló síðast. En það reyndar þetta orðið aðeins flóknara núna. Já. Og menn eru að fara að reikna út afrán og allavega þætti frá því frá aðhrygningu sem nú kannski svona svolítið gisk út í lofti. Já, en það er bara gisk út í loftið á öllum tegundum. Það er nú bara gallinn við þetta. Já. Þegar að menn byrjuðu með þetta togarrall sem að eru trúarbrögð hjá Hafrannsóknastofnun að það væru þetta mörg þúsund tonn í hafinu og svo árið í ár eru fleiri fiskar heldur en voru í togarrallinu í fyrra eða færri fiskar. Þá drögum við saman eða bætum við eftir því hvernig vísitalan er í lifandi fiskum En það er náttúrulega sem við veiðum. Það er nú kannski saga að segja frá því að það er núna búið að vera svona ofveiði umræða og allar tölur túlkaðar þannig. Það hefur verið svolítið svona gegnum gangandi í þessum fræðum og þegar ég fór á ráðstefnu einhvern tímann í Danmörku og þá var ekki einungis ofveiði núna og ekki heldur fyrir 20-30 árum heldur fundu menn út ofveiði út frá mjög takmörkuðum tölum í Bandaríkjunum og það var ekki Maine í kringum þar síðustu aldamót og 1800 eitthvað sko. Og þá var ofveiði og ég held að þetta var nú bara komið. Nei, já, þá kom annar fræðimaður á þessari ráðstefnu og fann út ofveiði á 17. öld á síld. Og það var út frá klausturbókum. Já. Og það var minni veiði eða eitthvað. Það virðist vera bara sama hvað tölur menn gefa sér. Fá. Og jafnvel var það komið út í einhverju ofveiði, jafnvel á steinöld út frá fornminjum á Gotlandi. Já. Og þetta er því miður að þá virðist að menn vera alltaf tilbúnir í það, hvort það eru kvarnir sem menn grafast upp á Gotlandi, tilbúnir að skýra alla breytingar með þessum þáttum. Ofveiði. Já, sem er auðvitað svolítið hæpið og það er eðlilegt, mjög eðlilegt að fiskistofnar og villtir dýrastofnar að þeir sveiflist. Já. Það er mjög eðlilegt vegna þess að það er bara þannig að þegar að vel gengur þá er náttúrulega hver og ein hrygna með gríðarlega fjölda af hrognum. Fleiri milljón. Já, og segjum að það séu bara 10 milljónir og 5 árum liðnum að ef að stofnin er í jafnvægi þá drepast allir nema 2. Já. En ef það er 50% aukning á 5 árum liðnum þá eru það allir nema 3 sko. Já. Þannig að það eru rosalegi kraftar í þessu og miklu fleiri heldur en veiðarnar. Auðvitað skipta veiðarnar máli. Jú. En kannski mest í það að það verður kannski mögulega minni afli á sóknareiningu en það að halda það að við séum í einhverju stóri hættu með stofna sem að telja milljónir einstaklinga. Já, eða tonna sko. Ég meina það er svolítið svona vel í lagt. Já. Mér finnst mjög sérstakt þegar fólk kemur fram og að tala sem sagt ofveiði. Þetta er ekki sko malarhaugar sem hægt að móka úr. Þetta er lífmassi og það er allir stofna núna léttast og þá er eitt svar við því. Það er bara veiða meira. Það lítur bara að vera.
það er allavega mjög hæpið að telja að það sé ofveiði á stofni sem að léttast. Já. Og það líka hvernig Fæðuframboð og allt þetta. Það tala hér hérna á Alþingisrásinni, margir tala takmarkaða auðlind. Þetta auðvitað ekki þannig. Þetta hérna endurnýjanleg auðlind og og hvað segir vöxturinn, hann kemur ekki úr botninum heldur, það sólarljósið sem kveikir lífið í efstu lögum sjávar og síðan kemur hérna dýrasvifið og svona heldur þetta áfram. Já. Þannig að hérna, lífið heldur áfram. Já. En við erum alltaf í þessu. Hvernig með humarinn, hvernig með rækjuna, hvernig með lúðuna, hvernig með djúpkarfan, hvernig með úthafskarfan, hvernig með allar stofnar. Svo erum við konum með kóta á skráp og sandkóla og alls konar kvikindi, hlýra og allt. Má ekki taka eitthvað af þessum tegundum út úr kóta? Mér finnst það að vera það eina rétta, sko. Þegar menn voru komnir eru með til dæmis með kvóta í tegundir sem ekkert verið að veiða eða þá að nást aldrei, sem bara eins og með úthafskarfan. Já. Eða vera með mismunandi kvóta í hinum og þessum stofnum, sko, innfjarðarstofnum í rækju. Er ekki ufsinn alltaf meira og minna? Hann ónýttur. Já, og það næst ekki að klára hann. Það næst ekki að veiða kvóta. Og það sem líka merkilegt við það að þessi minni veiði, hann sveiflast eftir sem áður, sko, í mælingum. Þó að sé ekki að veiða. Já, og þannig að ég held að svona, auðvitað hafi veiðar áhrif, en þetta alveg ljóst að það er svolítið vel í lagt, að menn haldi að hér fara allt í voða. Hvers vegna er ufsinn ekki á stöðugri uppleið? Já, maður skildi ætla það. Að við okkar afföll, að þau skipti ekki öllu máli í þessu. En við vorum að tala grásleppu, Sigurjón. Já. Akkur ekki fullur sjór að rauðmaga? Við erum ekki að veiða mikið af rauðmaganum. Við veiðum grásleppuna, en rauðmaginn sleppur í gegnum grásleppunetina því að hann er svo miklu minni. Og akkur þá ekki fullur sjór af rauðmaga? Við erum bara að hýrða hann helst náttúrulega einhverju leyti í hendu við grásleppuna. Jú. Það sem var mjög merkilegt, og nú þessi kvótasetning á grásleppunni, að hún reist á líffræði sem ég hef nú beðið Hafró að fá einhverja skýringar á, en hef fengið mjög takmarkaða skýringar, en það allavega ljóst að menn hafa ekki til grundvallar einhverja nýliðun í kjölfar einhver stórs hrygningarstofna. Það virðist ekki vera samband, en það virðist menn ekki hafa sagt hvað hún er gömul þegar hún kemur tilbaka til hrygningar. Og menn virðist heldur ekki hafa nýtt sér nýjustu upplýsingar útbreiðslunar, en hún er útbreidd allan sjó. Og gott ef hún var ekki í miklu meiri hluta af öllum tókslóðum sem í einhverju makrílkönnun. Þannig að hún er dreifð. Já. Og menn vita ekki. Ég þekki það þegar ég var á norsk-íslensku síldinni í síldarsmugunni. Þá vorum við að kasta á síld og þeir voru búin að fylla bátina af síld, að þá voru kannski 30-40 grásleppur í pokanum. Svo þetta líka veiðiskapur sem alveg ljóst að það stór hluti strandarinnar ekki. Og ég þekki marga skipstjóra sem voru á flottrolli sunnan við landið á karfa og úthafskarfa og kolmuna og makríl, og þeir voru að fá fullt af grásleppu í trollið. Jú, hún vítt og breytt. En við erum með vísitölu sem byggir á því hvað kemur að grásleppu í togarrall, sem bottroll, sem 5 faðma frá botni, og hún meiri partin af ævinni upp í sjó. Svo sjáfiskur. Jú, hún sýnir kannski örugglega. Hún kemur og slær sér niður kannski 1,5-2 mánuði á ári, niður á botn, til að rigna.
Já, þetta er allavega eins og maður segir, þetta er á mjög veikum grunni reist þessi veiðiráðgjöf. Já, en og við svo var hún setjum endurskoðuð. allt okkar traust á þetta, að þetta sé allt rétt og satt sem Hafrannsóknastofnun segir. Nei, það er allavega unnið út frá því við kvótasetningu. Já. En ég er nú með... Ákvörðan að taka okkar er öll í ábyggð á þeirri forsendu. Já. Ja, þessi kvótasetning sem að við erum nú að vinna í að afnema og vonandi tekst það. Jú, það tekst. En þetta er bæði líffræðilega, menningarlega og síðan að vera að setja þetta inn í þetta brasskerfi sem við vitum hvers leiðir. Já. Og þetta setur aukinn þrýsting á strandveiðarnar. Já. Þannig að... Það munar sennilega 100 bátum ef þetta hefði ekki verið kvótasett í ár. Það eru 100 fleiri strandveiðibátar í ár á strandveiðum heldur en hefðu orðið ef að grásleppan hefði mátt veiða bara 5-6 þúsund tonna gráslepp. Þetta er allavega eitthvað sem að er vanhugsa til í vera, en það eru samt ákveðnir aðilar inn á þingið sem að vilja halda í þetta, og það er ekki á þeim forsendum að þetta skipti einhverju máli að það sé einhverju almannahagsmunir í veiði, alls ekki. Heldur virðist vera augljóslega verið að tryggja einhverja sérhagsmuni. En lögin sem er í gildi núna segja að engin stærðartakmörkun á skipi sem má veiða gráslepp. Þú getur verið á 300 tonna skipi. Þetta endar náttúrulega bara eins og var með úthafsarækjun á sín tíma, þetta lendir bara inn í braskinu. Og svo bara einmitt eins og Sigurjón sagði á hann, bara trillukallinn heyrir fortíðinni til og þetta verður ekki. Og það sem er kannski sérkennast, þetta var gert á vakt Vinstri grænna að sleppa þessu, eins að fara með tóveðanar upp í land og að þrengja smábátunum sem eru, og svona, mér finnst þetta mjög einkennilegt ráðslag, og ég held að þetta hafi nú verið eitt liður í því að þeir eru ekki lengur á þingi, og kannski líka var liður í því að við fengum einn öflugasta liðsmann okkar í flokki fólksins, Lilju Rafney, til þess að ganga til liðs við flokkin, sem hefur alltaf hugsað hag minni byggða og er mjög áframið með þetta mál. Já, bæði strandveiðar og grásleppuveiðar og annað, og hefur staðið sér frábærlega vel í því. Ég var allavega ánægður með þegar Inga kom í þingið, og það var í fyrra, þegar hún kom og sagði af hverju ættu við að búa til sérstakan eftirlaunasjóð fyrir fáa útvalda, og talandum grásleppukvóta sem myndi náttúrulega safna saman á fáar hendur, eins og er í stóra aflamarkskerfinu, þar sem eru bara 4, 5, 6 fjölskyldur sem raunverulega hafa þetta í höndum sér, vegna svona þessar tengsla myndunar, eigna myndunar sem hefur gerst á þessum liðnu áratugum inn í kerfið, inn í fyrirtækin hjá þeim. Þeir eiga hver í öðrum. Ég tók eftir einu í dag, Sigurjón, í umræðinu strandveiðarnar. Það var verið að tala vottunarkerfi, MSC, og hvað nú liggur ljóst fyrir að við erum ekki með vottun á makríl, af því að við höfum ekki náð samkomulagi við aðrar þjóðir þá tegund. Við erum ekki með vottun á kolmuna og jafnvel hlut af síldinni líka og loðnu. Við fáum ekki vottanir á þetta. Og ekki dálítið skrítið þegar að við erum að votta, og það eru jafnvel fulltrúar sem standa að þessum vottum sem eru frá stórum fyrirtækjum í íslensku sjávarútvegi og er í stjórn. Beintengdir.
Já, það var einmitt sem að ég kom stað hérna, ég horfði á rauðaborði, nei á sjávarútvegsspjalli hérna daginn, að þetta er nátengt allt, að það verist vera þannig að stórútgerðin stjórni þessum vottunarfyrirtækjum og kaupi þessar vottanir, en auðvitað eru vottunarfyrirtæki bara svo önnur fyrirtæki, þau þurfa að fá að lifa og fá einhverja til að kaupa af sér vottunina, en þetta er svolítið varasamt fyrir íslenskan sjávarútveg að vera að flagga þessu, loka síðan af smábátana, en þess að þeir eru upp í staðið þá gefur þetta allri útgerðinni jákvæðari ímynd að vera með minni báta, fólk svona, sem út í heimi sem er að fá sér fisk á diskinn, að það vil svona frekar að það kaupir og trúir þeirri ímynd að þetta sé frekar línufisk eða krókaveitan fisk sem er bæði nýr og var hann Kjartan Sveinsson ekki að mynda að benda á þetta? Að Englendingar eru tilbúnar að borga 20% hærra verð fyrir fiskveitan og króka en hefur komist að því að Kerasik sem er nú frábært fyrirtæki á Ísafirði og er að gera góða hluti með því að búa til plástur og roði. Veistu hvernig roð þeir vilja? Hvort þeir vilja einstaks gamalt roð eða 5 daga eða 6 daga? Ég er nú ekki alveg heima í því, en ég myndi nú ætla að þeir vildi frekar fá nýtt en eldra, en hitt er annað mál að þess vegna finnst mér svolítið sárt að sjá hver svona stórútgerðin gengur hart gegn auknum þessum sveigjanleika, til dæmis í strandveiðum, að þetta vinnur með þeirra markaðssetningu þjóðarinnar og frekar að meiri segja sagt að séu mörg sjávarútvegsfyrirtæki sem eru að kaupa blandaðan fisk og selji mikið af togarafiski sem línufiski. Við þurfum á auðvitað á togurum og helstu fyrir útgerðarflokkum að halda og með svo skrítið hvað eru herskáir gegn þessu vegna sem að þó svo við viljum kannski íta trollbátum út úr flóum og fjörðum og snurvoðabátum og annað þess áttar aðeins utar að þá og að það sé ekki í árekstrum við raunverulega smábáta, trillur og handfærabátar og strandveiðibátar. Þetta er svona svolítið sérstakt og ég hefði gjarnan viljað það að opna fyrir það að menn myndu svona í svona ljósi þess að við höldum þessi minni byggðum gangandi og þetta ætti einnig að vera keppikefli fyrir þá stærri greininni að ef menn vilja tala þetta kerfi sem best í heimi, þá geta menn ekki verið hér í rústaskoðun ríkinni kringum landið. Þá væri þetta bara æskilegt að menn fengju sem að lifðu við sjá á síðuna, þó var ekki að nema 12 mílur út til að nýta fyrir þorpin. Hvað þetta myndi gera mikið fyrir eins og Grímsey, ef að Grímseyingar ættu bara 12 mílna landhelgi. Já, og hefðu eitthvað það að segja og sama má segja Raufarhöfn og Bakkafjörð og þetta. Þetta er orðið svona ofmikil ofstjórnun sem að hefur ekki skilað árangri. Við bara verðum að horfast í augu við það. Það er mjög sérstakt að sjávarbyggðir sem hafa glatað aflaheimildum í gegnum tíðina að það kemur enginn eins og þessari svona svívirðulegu auglýsingum SFS samtakana hvað allt væri flott og fínt á Dalvík og Vestmannaeyjum og Neskaupstað og alls staðar, að þá kemur enginn bæjarfulltrúi frá þessum einmitt sjávarbyggðum sem hafa mátt þola að hafa mist lífsbjarginnar. Og ég er alveg undrandi á því að bæjarstjórarnir og þeir koma frá Vestmannaeyjum og hinga og þanga og eru að alveg bara gagnrýna það sem þeir eru virkilega að gera. Þjóðin stendur með ykkur og þá kemur þetta fólk, en það heyrist ekki í þeim sem hafa mist allt saman. Kári minn, þú býrð nú í Suðurnesjabæ. Já, og þeir voru einmitt á fund og eru partur af sjávarútvegs sveitafélögum sem voru að það væri tvennt sem væri verst fyrir þá. Það var áhyggjuefni hvað þeir ætti að fá út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga og hvað ætti að gera við
hækkun á veiðigjöldum, hvernig það myndi bitna á Suðurnesjabæ. Og þetta var fyrsta mál á dagskrá hjá umhverfis og samgöngunefnd í Alþingi. En skoðum þú bara, hverjir að stjórna í Suðurnesjabæ í dag? Sjálfstæðismenn og framsóknarmenn. Já, ekki kratarnir komnir þangað líka? Já, þeir eru náttúrulega, en þeir eru ekki í meirihlutanum. Ég held þeir væri komnir í meirihlutanum. Núna? Já, það sprakk alveg. Já, ég er nú bara ekki svo mikið. Nei, en bæjarstjórinn náttúrulega gamall framsóknarmaður sem að hefur félagsmálaráðherra Magnús Stefánsson. En ég meina, það þarf að breyta þessu kerfi og það væri auðvitað æskilegt að fá betra samtal við SFS. Það eru auðvitað alveg ljóst að þegar að lítil útgerð tiltölulega, kannski með 300 tonna veiðiheimildir, að það orðin svona metin veiðiheimildirnar á 2 milljarða, þá enginn að fara að taka við þessu. Ef það eru 2 systkini eða 3 og einn hefur áhuga, þetta ekki hægt. Og við að tala og þið sáum hvað gerðist með Þorbjörnin. Það bara skiptist upp í 3 einingar. Já. Þannig að ég alveg á því að einn liður í því tel ég vera að það sé að fiskurinn fara á markað, skipti minna máli hver að fiska og mun þá líka gíra niður þetta ofurverð á aflaheimildum. Og það mun ein afleiðing önnur það að unga fólkið okkar sem á enga möguleika að komast inn í þetta núna, það verður sem sagt nýliðun líka í fiskvinnslu. Þessi krakkar þeir bara koma inn og í 100-200 fermetra hús, byrja bara dálítið svona eins og maður gerði sjálfur hérna í gamla daga, lærði að flaka og fletja og allt þetta og svo bara heldur lífið áfram. Já, það er liður í þessu og annað ef ég má aðeins flutningskostnaðurinn þegar skip frá Brím landar á Raufarhöfn eða Húsavík, þá fiskvinnslan á Húsavík, þá fær hún í rauninni verndartoll í gegnum flutningskostnaðinn að keyra með fiskinn suðurítil. Já, það líka hægt að gera þetta allavega. Já. En við getum gert þetta í áföngum. Aðalatriðið að menn geta ekkert verið með tvöfalda verðlagningu. Það er ekki hægt, sko, en þetta svolítið tala niður af furðulegt nokk hjá klóknu sem að tala eitthvað að endurreisa skúravinnslu og tala jafnvel tímana milli 90 og 2000 sem einhverja glæsta tíma. Ég var nú Þið voru nú báðir að þinginu. Ég hlusta á þetta þegar Jens Garðar talaði þennan veg. Já, en þetta menn tala glæsta tíma. Ég sá bara sem íbúi á Norðurlandi vestra hverja fiskvinnsluna hverfa fætur annari þegar að kvótinn var færður niður í 160.000 tonn og þegar maður heyri það að menn eru jafnvel að halda því að svart sé hvítt og hvítt sé svart eins og þetta sé einhver glæstir tímar, það finnst mér ekki vera rétt. Það eru bara mikið tækifæri held ég að breyta þessu, þannig að við megum ekki gleyma því að þeir sem byrjuðu að flytja út fersk flök með flugvélum og fá fyrir það 50-60% hærra verð heldur en var gert með frystuflök í blokk eins og tíðkaðist, að þau fyrirtæki sprungu út og voru miklu arðbærari fyrir þjóðfélagið heild sinni heldur en nokkuð tíman. Kom nú vel inn á þetta hérna Arnar Atlason. Þeir kaupa allan fisk á fiskmarkaði á þessu háu miklu verðum og en eru samt að skila arði, hagnaði og láta þetta ganga upp. Þannig að þegar allur fiskurinn kemur inn, þú veist, og allir sitja bara við sama borð, þá einmitt verður þessi dýnamík til. Það verða til nýjar litlar sérhæfðar fiskvinnslur út allt. Jú, en sko, þetta eru öflugustu aðilarnir í að markaðssetja sína vöru. Þeir eru alltaf að leita leið á hverjum degi að fá hærri verð
fyrir sína afurð og fullvinnana þannig að allt nýtist, hvort sem það gellan eða kinnafiskurinn og roðið, maður, roðið og hvað sem er. Já, þetta það er rétt. Það er auðvitað ætti að vera ólíðandi, bara menn sé ekki með sama verð, ekki sama borð, með sameiginlega auðlind landsmanna. Það er alveg og ég held líka að menn hafi þá í þessu hafi verið hvattir til þess að menn væri hver og einn að selja sinn fisk í gegnum sitt sölufélag. Þá höfum við mist forskot, jafnvel á mörkuðum og Norðmenn séu orðnir okkur framar. Norðmenn leika það að þeir taka prósentu af öllum útfluttum sjávarafurðum og nota það bæði laxi og hvítfiski sem við köllum og öllum sjávarafla í markaðssetningu. Og við vorum náttúrulega hérna á árum áður á meðan að voru batteri hérna S.A. og Sív og Sís og allt þetta. Þá voru við að selja undir svona það er svona merkjabröndum. Það er liðurinn í því að ná hærra verði, það er að búa til sérstöðu, búa til vörumerki og gæði og vera nær neytandanum. Þetta er því miður það sem að við höfum mist forskotið, við höfum mist sérstöðun á markaði. Þessi óslitna virðiskeðja, hún er náttúrulega bara alls ekki sjálfbær, talandi sjálfbærni. Nei, menn þó svo að fiskur fara á markað, þá getum við haldið henni einhverju leyti því að það er eins og í Færeyjum að þá þurfa menn að setja ákveðin hlut á markað. Já, ég meina það er alveg rétt. Eða menn hafa síðan rétt á því að fá ákveðin hlutfall inn í sína vinnslu. Þannig að það eru margar leiðir í þessu. Útfærsluleiðir til þess að... Þar eru þeir alltaf með rétt verð fyrir aflanum og skipi. Og svo er hægt að setja ýmsa hvata til og ég held að það sé rétt að gera það. Að reyna að vinna þetta sem mest heima og til meiri verðmæti. Það er hægt að gera það með því til dæmis að skikka þá sem ætla að flytja fisk út að setja hann í smærri kassa heldur en í stórum körum og annað þess áttar, þannig að gæðin verði sem best. Og svo líka þetta bara að ef þetta verði... Svo má náttúrulega alveg hugsa að hafa bara kvóta úthlutun eða afla úthlutun með tilliti til þess hvort hann fer á innanlandsmarkað eða er fluttur út. Það er í lögum stjórn fiskveiða, þá er klausa sem hægt að setja álag ef þetta til dæmis myndi aukast úr þessum 50.000 tonum. Það er einhverju erfiðleikar með ESB í því. En ég meina þetta bara... Þetta var alveg til 2016. Já, ég veit það. Þannig að þá bara finnum við leiðir. Við bara finnum leiðirnar í þessu. Þetta verður bara held ég jákvætt og svo náttúrulega má annað gera og það er það ef við viljum stýra veiði í krókafisk sem gefur 20% hærra verð að þá eigum við náttúrulega að gera það með úthlutun á veiðiheimildum að það getur verið 1,1 akkurat eða 1 fyrir togarafisk en 1,1 fyrir línufisk, krókafisk. Það er ýmsar leiðir í þessu og ég held að við erum allavega að stíga fyrstu skrefin í svona hvað varðar réttlátari og leiðréttingu á veiðigjaldinu og síðan held ég að sé mikilvægt líka að búa til meira rými og menn skoðu það upp á nýtt og að varðar veiðiráðgjöfina. Það er auðvitað eitthvað stóra málið og ég meina hvort það er loðnan eða þorskurinn þá er þetta mikil vonbrigði búin að vera og menn er bara að horfast í augu og skoða upp á nýtt. En það er svo sorglegt þegar að maður heyrir alþingismenn tala það að við séum með besta kerfi í heimi. Það finnst manni bara og þá hugsa maður að hafa þessi menn ekki hundsvit á því sem þeir eru að fjalla þeir geta voga sér að koma og segja svona hluti.
Þetta bara stenst ekkert. Nei, en það eru þeir engin ekki árangur af uppbygging á fiskistofnum. Já, en eru þeir ekki að tala einmitt það sem hefur nefnilega heppnast rosalega vel, að þetta nánast komið í hendurnar á 4-5 fjölskyldum og það það sem fáar, en... Nei, ég meina sem eru með lungan af aflaheimildunum í sínum höndum og svo eru þeir innbyrðis tengdir. Þetta eru kannski 20 fyrirtæki. Já, ég meina, já. En sko þetta eru bara 4, 5, 7 aðilar sem eru svona eignatengsla tengdir og þeir dýrikera þessu. Vitið einhvern sem hefur sagt ég ætla ekki að hlusta á þig Þorsteinn Már eða ég ætla ekki að hlusta á þig Guðmundur Brím. Það er enginn sem gerir þetta. Nei. Það er nú rétt að hlusta á alla, sko. Já, ég meina, sko, ég bara, þú veist alveg hvað að fara. Þegar þeir eru búin að leggja línurnar, þessi rísa fyrirtækja okkar mælikvarða, að þá náttúrulega þá bara stoppa allir. En svo nú kannski það sem menn verða að velta fyrir sér að hvað verður svo? Við veitum það verðist ekkert fyrirtækin vera nógu stórt og það og menn gráta mikið undan þessu frumvarpi að koma í veg fyrir samþjöppun og fá þarna gagnsæi í eignarhaldið og setja einhver mörk á það og fara þá eftir lögunum 12% og það eru við ekki að gera í dag. Að þetta verði bara tengdir aðilar að verði hort í sömu reglna og í almennu samkynnisetti. Þá mikið sjá menn marga ókosti hvað það varðar. Þannig að ég held að og svo þegar menn eru komin með einhverja stóra einingu þá þarf hún enn frekar að stækka og við rammi Sæberg gengur saman svo fór rammin til Vestmannaeyja og Guðmundur Brím segist líklegast að verða einn stærsti og menn vilja fá að renna í enn meira saman þannig að þetta að verða jafnvel eins og einhver sovjesk fyrirtæki og svo vilja menn og opinberlega jafnvel fyrir nokkrum árum og opna á það að fá erlent eignarhald inn í fyrirtækin, þessi stóru nánast einokunar dæmi sem að stefna í að verða þá á nýtingu auðlindana og þá eru bara auðlindin farin úr landi. Var það ekki, er það ekki rétt muna hjá mér að frumvarpið auðlindin okkar sem hún Svandís lagði fram sko það 12% kvótaþak hún ætlaði að hækka það í 15%. 16. Já, eða 16 eða hvað sem ég bara, þú veist, ég meina hvaða... Þá var skilyrðin að það færi á markað, sko. Já, ok. Þá ertu að tala fiskinn á markað? Nei, á hlutabréfamarkað. Já, þannig að lífeyrissjóðin getur keypt þetta. Já. Þannig að við myndum fjárfesta í eftirlaunin okkar í kvóta. Það eru því miður og maður sér það bara í kortunum að sumir bæjarstjórar sem að hafa komið núna á fund nefndarinnar og boru sér illa út á hækkun veiðigjaldana að maður veit að það á óbreyttu kerfi þá mun útgerðin algjörlega fara frá viðkomandi stöðum. Já. Það er alveg ljóst að það ekkert langt eftir til dæmis í Ólafsvík það varðar næstu kynslóðaskipti og í fleiri staðir. Það var kannski þess vegna sem Rúfið fór á Grundarfjörð og með torkþáttinn, djókþáttinn. En það veit ég maður ekki, en það er allavega svo hættir fyrir hendi. Já. En strákar, við erum nú búin að spjalla núna tæpa klukkutíma. Ætlum við ekki að tala broadcasti? Ég ætla að gefa þér séns á að segja frá því í hverju ég hef tekið þátt. Nei, bara í restin á þættinum, hvað viltu segja? Já, ég vil bara minna á það að því við nefndum hér sjálfbærni áðan að það tómt mál að tala um. Núna akkúrat að byrja tíminn þar sem broadcast alveg á fullri ferð. Þetta restin af fiskveiðiárinu og nú þetta að byrja og nú ætti náttúrulega Fiskistofa að setja drónana sína á loft og bara koma þarna eins mikið við sögu, hafa eftirlit með þessu eins og hægt og auðvitað
myndi líka vilja að það er boðað til ráðstefnu hvað er búið að vera að gerast hjá okkur í 40 ár og hvernig við kannski sjáum næstu 40 ár. Ætlum við bara að bíða eftir kraftaverkinu eða hvað? Já, en Sigurjón, hvað vilt þú segja? Hvað var náttúrulega Fiskistofu, þá hef ég nú verið myndaðar dróna. En það var nú kannski, það var nú svolítið sérstakt mál, en burtséð frá því að þá held ég að leiðin sé ekki endilega að fjölga drónum. Nei. Eða vera með strangari viðurlög. Við þurfum að fá þessi vandamál upp á borðið, taka í burtu hvatana til þess að hafa rangt við. Já. Og ég held að bara eins og var gert, eins og með vaffesaflan sem utan kvóta, mann geti landað þessu í meira undirmáli og svo og vera það skiptir heldur mestu máli, taka hvatana í burtu og búa til sveigjanleika í þessu. Þess að sjómenn sem eru bara að sinna sinni vinnu, að þeim finnst það bara alveg ömurlegt, meðal annars þær myndir sem að birtust sem að Þórólfur var með daginn, sem sýndu brottkast í pakningum. Var það ekki fyrst og búið að vinna fiskin og allt vegna þess að menn voru að uppfylla einhverja staðla og nýtingarstaðla. Þetta var náttúrulega bara sorglegt að sjá það. Og við þurfum einhvern veginn að ná þessari umræðu hvernig leysum við þetta og við gerum það ekki með drónu tel ég vera, heldur að reyna að breyta lögunum þannig að það sé ekki hvati til að koma með þetta landi. Má ég aðeins bæta við? Sko, til að snúa hvötunum við þessum neikvæðu fylgikvillum kvótakerfisins, þá þurfum við bara að veiða með samkvæmt dagakerfi. Það er hægt að úthluta dögum alveg eins og kílóum og tonnum. Við höfum frjálsar handfæraveiðar og seljum fiskinn á fiskmarkaði. Þetta er besta byggðastefna fyrir norðvesturkjördæmi, fyrir norðausturkjördæmi, fyrir suðurkjördæmi og suðvesturland og allt saman. Þetta er byggðastefna. Já, þetta er sjónarmið. Sigurjón, bæta við? Nei, bara þakka fyrir komuna. Þetta var gaman. Fínt að ræða þessi mál og það er svolítið, þetta er góð hvíld frá umræðinni á þingi þar sem Þú ert alltaf með samherjum, Ekki bara það, þetta er með fólk menn sem þekkja þetta. Og átta sig á því hvar lausnirnar geta legið. Þetta höfum við ekki öll svör, en við erum auðvitað bara að leita og Byrjum að tala saman. Ég vil bara segja við ykkur og áhorfundur af þessu þætti, styðjið við bakið á samstöðinni. Hún gefur okkur tækifæri til að ræða sjávarútvegsmál og hvet ykkur til þess að styðja við samstöðina. Svo þakka ég ykkur kærlega fyrir komuna og hafið það gott kvöld. Takk fyrir að bjóða.